Kæru kandidatar, starfsfólk og aðri gestir, til hamingju með daginn. Þetta fallegu dagur. Ég heiti Óðinn Svan Óðinsson, ég fjölmiðlamaður og fjölmiðlafræðingur hérna frá Háskólanum á Akureyri. Og ég fengi það stóra verkefni að leiða ykkur í gegnum þessa athöfn sem ég ætla að kalla bara partí hérna í dag. Því að það er ástæða til að gleðjast á svona degi, fáum veðrið og þetta allt eins og þetta á að vera. En þetta snýst allt ykkur, kæru kandidatar, það eru þið sem eruð að klára þetta marathon sem að háskólanám og ég, eins og ég kom inn á áðan, þá er ég fjölmiðlafræðingur hérna frá Háskólanum á Akureyri. Þannig ég hef verið í ykkar sporum og ég gerir ráð fyrir að einhverjir hafi hugsað þegar ég löbbuð hérna inn í fyrsta sinn að ég sé ekki alveg fyrir endan á þessu marathoni, það er langt í mark. Og ég allan að gera það. Ég labbaði hérna inn í þessa stofu, fyrsti dagur, nýnemi, áfangis ég eitt vinnulag í háskólanámi. Ég settist einhvers staðar hérna og það voru svona 10-15 mínútur búnar á tímanum þegar ég hugsaði bara Guð minn almáttugur. Ég mun aldrei komast í mark, en ég komst í mark, ég var kannski ekkert leystur út með blómum fyrir einhvernir, en ég kláraði þetta og það það sem skiptir máli. Þið eru að klára þetta og þið megi vera stolt af ykkur. Ég var allavega stoltur og það það sem þetta snýst um. Þið vera stolt í dag og láta ykkar fólk svona svolítið stjana við ykkur. Þetta fór allt vel eins og ég sagði hérna í háskólanáminu mínu, ég kynntist fullt af frábæru fólki, kennurum og hérna kláraði þetta. Það eru 20-30 metrar eftir af þessu marathoni ykkar og það eiginlega ekki hægt að klúra þessu héðan af nema þið dettið hérna þessu blóm eða eitthvað og ég vil biðja ykkur að sleppa því því það bara vandræðalegt fyrir ykkar aðstandendur og bara okkur öll. Þannig að við skulum bara sleppa því. Það eru nokkuð praktísk atriði eins og í öllum góðum veislum. Það eru ljósmyndarar hérna á vegum háskólans, þannig að ég ætla að biðja ykkur að slökkva bara á símónum. Þessir ágætu menn taka miklu betri myndir en þið getið tekið á símana og þessar myndir verða ykkur á kostnaðarlausu. Það eru líka myndakassar hérna frammi sem ég hvet ykkur til að nota svona innan skynsemismarka. En dagskráin bara hefðbundin. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor háskólans flytur ávarp og mun ganga í salinn ásamt Brynjari Karlssyni, forseta heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs og Boga Ágústssyni, heiðursgesti háskólahátíðar í ár og deildarforsetum fræðasviðs og ég ætla að biðja ykkur að standa upp. Góðan daginn. Kæru kandidatar, aðstandendur, Bogi Ágústsson sem heiðursgestur háskólahátíðarinnar, samstarfsfólk og góðvinni skólans. Hjartanlega velkomin á háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2025. Brautskráning úr námi á háskólastigi alltaf tímamót. Það því heiður að fá allt segja orð við brautskráningu kandidatana í dag. Þessi dagur þýðir að þið og ekki gleyma aðstandendum ykkar hafið náð settum markmiðum og því ber að fagna, bæði núna eftir og kannski kvöld líka, aldrei að vita. Háskólahátíð Háskólans á Akureyri sameiginleg hátíð okkur allra og gerir árangur ykkar og háskólasamfélagsins sýnilegt öllum. Þessa helgi brautskráir Háskólann á Akureyri 591 kandidat. Þetta stærsti brautskráningarhópurinn frá upphafi skólans. Þessi stóri hópur endurspeglar stöðugan vöxt skólans sem heldur áfram
Því næsta haust hafa nefnilega fleiri sótt nám en nokkru sinni fyrr. Þetta okkur rosalega mikið gleðiefni og sýnir að stöðug vinna til að efla og styrkja nám og rannsóknir hefur skilað sér til þeirra sem að leita að áhugaverðu og krefjandi háskólanámi. Námsformið í Háskólanum á Akureyri fjölbreytt eins og þið vitið. Það ljóst að sveigjanlega námið með lotum hérna fyrir norðan hentar fólki. Þetta gerir háskólanum kleift að mennta fólk allt land og einnig víða erlendis. En það gleymist stundum í þessar umræðu að við erum með stóran hóp af stúdentum sem búa á Eyjafjarðarsvæðinu og eru dugleg að gera skólan að sínum með því að vera reglulega hér á háskólasvæðinu. Ég held þið þekkið öll teppið það ekki. Fjöldi kandidata og smæð hátíðarsals háskólans á Akureyri sem svo falleg umgjörð þennan dag þýðir það að við erum með 3 athafnir í dag. Fyrst útskrifast núna 214 kandidatar úr heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði. Síðan útskrifum við 114 kandidata úr hug- og félagsvísindasviði og síðast en ekki síst útskrifum við 101 kandidat úr diplómanámi. Þetta góður árangur. Og það sem ég þakklátt Boga Ágústssyni, heiðursgesti háskólahátíðarinnar, að vera hér í dag og flytja ræðuna sína 3 svar. Það ekki allir sem hefðu sagt já við því. Og það gaman til þess að segja að dóttir hans útskrifaðist frá háskólanum fyrir 5 árum síðan úr hjúkrun. Þakkaði kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag. Þegar kom að því að velja háskólanám, þá ákváðu þið að nám við Háskólann á Akureyri hentaði ykkur. Þó að það sé kannski fjarstæð hugsun núna, ef þið ákveða að bæta við ykkur, þá vonum við svo sannarlega að þið athugu hvort að Háskólann á Akureyri sé ekki aftur rétti staðurinn. Vöxtur og styrking náms gerist ekki í tómarúmi og hér vil ég beina þökkum mínum til kennara og starfsfólk skólans. Það leggur metnað í að búa til umgjörð fyrir fjölbreytt nám og kennslu sem liður í að skapa nýja þekkingu. Það ykkur að þakka að Háskólinn á Akureyri hefur áunnið sér traust bæða meðal stúdenta, samfélagsins sem við þjónum. En háskóli ekki bara vettvangur kennslu og rannsókna, hann líka samfélag. Háskólinn á Akureyri staðsettur utan höfuðborgarsvæðisins og því gegnum við mikilvægu hlutverki á Akureyri, á Norðurlandi og á landsbyggðinni allri. Á þeim næri 38 árum sem skólinn hefur starfað, hefur hér verið byggt upp öflugt þekkingarsamfélag. Það samfélag þjónar öllum byggðum landsins og gerir íbúum dreifðari byggða kleift að sækja sér nám. Það skiptir máli, ekki aðeins fyrir svæðið, heldur fyrir landið allt. Við erum stærsti skólinn á landinu sem menntar fólk í heimabyggð utan Reykjavíkur. Þannig tryggjum við að ný þekking dreifist landið og sé ekki bara bundið við Vatnsmýrana. Mátti ég segja það? Það mikilvægt fyrir byggðum landið fyrir landið allt að þekking og nýskápun fá að dafna sem víðast. Í viðræðum hugsanlega sameiningu við Bifröst höfum við lagt áherslu á að hér starfi áfram landsbyggðarháskóli sem stuðli að búfestu á landinu öllu. Háskólanum á Akureyri og starfsfólki hans finnst mikilvægt að vera virkur þátttakandi í samtímanum. Það gerum við með því að miðla rannsóknum, bæði út frá fræðilegu forsendum og hagnýtum þörfum. Ein birtingamynd þess eru þær ráðstefnur og viðburðir sem við stöndum reglulega fyrir. Með þeim opnum við dyr fyrir samtal, fyrir þekkingarmiðlun og fyrir nýsköpun. Og þetta eflir tengsl á milli fræða og samfélags. Á skólaárinu sem var að líða má til dæmis nefna nýlega ráðstefnu í samvinnu við utanríkisráðuneytið sem bar titilinn Norðurslóðir í breyttum heimi. Þar var rætt minnkandi öryggiskennd í þessum viðfjarma landshluta sem nota bene á stærð við Afríku. Litla Ísland gegnir hér lykil hlutverki. Einnig var haldin ráðstefnu gæði kennslu þar sem fræðafólk ræddi áskoranir nútímans og mikilvægi nýrra kennsluaðferða við að miðla þekkingu í síbreytilegum heimi. Sjóneikinn, hinn árlega ráðstefna heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, lagði áherslu á eflingu farsældar og hvernig mætti tryggja að allir einstaklingar, óháð geti lagt sitt til samfélagsins og tryggt þannig inngildingu þeirra á Íslandi. Að lokum má einnig nefna ráðstefnuna löggæslu á samfélagið sem haldin á hverju hausti og hefur skapað mikilvægan vettvang fyrir umræður öryggi, traust og þróun í samskiptum almennings og lögreglu.
Ég hvet ykkur til að halda áfram að halda sambandi við háskólans með því að skoða það sem er að gerast hérna reglulega. Þið gæti til dæmis skoðað eitthvað þessum ráðstefnum og þessum viðburðum sem við höldum því að megnið af þessu er líka í streymi. Þannig getið þið líka haldið áfram að læra. Þessar ráðstefnur og aðri viðburðir eru dæmi hvernig háskóli er ekki einungis til staðar fyrir stúdent og fræðafólk, heldur fyrir samfélagið allt. Kennarar og starfsfólk skólans mynda líka samfélag þar sem þekking og kennsla er í beinu sambandi við stúdenta skólans. Það skiptir ekki máli hvort þið eru í fjarnámi með lotum eða eru búsett á Akureyri og mæti reglulega í skólan. Stúdentar mynda sín samfélög, hvort sem er á netinu í heimabyggð eða á meðal staðnema hér á Akureyri. Í lotum hittast svo allar þessir hópar stúdenta hér. Þar unnu þið verkefni, ræddu fræðin og kynntist hvert öðru þvert á búsettu og fóruð jafnvel á bari bæjarins. Ég vona að sem flest ykkar brautskráist með nýjan og fjölbreyttan vinahóp í farteskinu. Saman mynda svo kennarar, stúdentar og starfsfólk þekkingarsamfélag sem er mikilvægt fyrir Ísland allt. Er það lykillinn að frekari þróun háskólans og að við höldum áfram að eflast og stækka og verðum við vonandi einhvern tímann í framtíðinni annar stærsti háskóli landsins. Kæru kandidatar, þið hafið svo sannarlega verið mikilvæg hluti af samfélagi okkar hvar sem þið búið á landinu. Ég vona að þið brautskráðist héðan ánægð og full trausts í þá þekkingu sem þið hafið aflað ykkur. En þið hafið ekki aðeins lært, heldur tekið þátt í störfum og félagslífi skólans. Stúdentar sitja í mikilvægum nefndum og ráðum og eiga meðal annars sæti á deildafundum og í háskólaráði og þannig er tryggt að þið hafið áhrif og breytið háskólanum á meðan þið eru hérna í námi. Þeir stúdentar sem tóku þetta verkefni að sér lögðu á sig mikla vinnu samhliða námi með störfum í stúdentafélögum við að sinna hagsmunagæslu og með því að halda utan fjölbreytt félagslíf. Störf þessara einstaklinga gerðu Háskólann á Akureyri að ykkar háskóla. Á þessum tímamótum vil ég sérstaklega þakka öllum þeim stúdentum sem sýndu frumkvæði og ábyrgð með því að taka virkan þátt í lífi og starfi skólans. Unnu þannig að framförum og tryggðu öflugt félagslíf. Einnig vil ég þakka þeim stóra hóp sem hafa verið rödd Háskólans á Akureyri út af við, því sem hafi kynnt námið okkar og tryggt að verðandi stúdentar hugsi til okkar sem valmöguleika. Þetta skiptir okkur sköpum og við tökum þessari vinnu ekki sem sjálfsögðum hlut. Við vonum einnig að þið sem eru að brautskrást í dag haldið áfram að tala vel Háskólann á Akureyri, því að það sem frábæran stað til mennta og myndunar samfélags. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri og allra sem starfa hér vil ég þakka ykkur innilega fyrir allt það sem þeir gerðu til að bæta háskólan. Sem háskóli gerum við mjög margt vel, en það má alltaf gera betur og ég legg til að við klöppum fyrir þessu fólki. Kæru kandidatar, framtíðin sem býður ykkar er ekki endilega einföld, en hún er opin og býður upp á tækifæri til að nýta þekkinguna á fjölbreyttari hátt en ykkur órar fyrir. Það er ykkar að móta þá framtíð sem þið viljið og hafa áhrif á þeim vettvangi sem þið hafið valið ykkur. Ég vona að þið gerir það af ábyrgð og látið gott af ykkur leiða. Háskólinn á Akureyri er alltaf stoltur af þeim sem brautskrást héðan. Við vitum að þið eigið eftir að láta til ykkur taka hvert sem leið ykkar liggur. Takk fyrir að hafa verið hluti af samfélaginu okkar. Gangi ykkur vel og hjartanlega til hamingju. Jæja, þá er komið að því sem við höfum öll beðið eftir. Það er að brautskrá ykkur, kæru kandidatar. Ég vil biðja ykkur að, eins og Áslaug kom inn á, þetta eru mörg hundruð nemendur sem þurfa að fara hérna í gegn og við getum ekki klappa fyrir hverjum einasta sem kemur hérna upp, þá værum við bara hérna í allt kvöld með tennisólbúa og eitthvað að vissin. Þannig að ef þið eru alveg að springa því aðstandendur úr stolti, þá megið þið hendi í svona hvítvinskonu, woo! Það var aðeins gert í gær og það kom bara vel út. Brynjar Karlsson, forseti heilbrigðis viðskipta og raunvísindasviðs, brautskráði nú kandidata á sviðinu og honum til aðstoðar eru deildarforsetar fræðasviðs. Kæru kandidatar, samstarfsfólk, góðir gestir. Gleðilega hátíð. Í dag er nefnilega hátíð, háskólahátíð og uppskeruhátíð.
Á hátíðastundum eru miklar tilfinningar sem að berjast innra með okkur. Ég var í útskriftarveislu daginn þar sem að faðir lýsti því í ræðu að hann hefði grátið alla athöfnina. Dótturinn sagði undir ræðunni, æi pabbi, en mér datt í huga aftur á móti að fara að tala við Sólveigu Maríu sem athafnastjórinn okkar í dag, hvort við ættum ekki að skaffa vasaklúta. Þess ber að geta að Sólveig María er gamall nemandi við skólan. En það kemur vist í ljós að þetta er lausn að leita vandamáli því ég sé bara brosandi andlit fyrir fram mig í dag. Kæru kandidatar, þetta hefur kostað ykkur blóð, svita og tár að ná árangrunum sem að þið fáið vottaðan hér í dag. Tár, já við vorum að ræða þetta með tárin og vonandi verða það bara gleðitárin sem falla við útskrift sem að sitja eftir í minningunni, hinn gleymast fljótt. Vonandi hefur ekki mikið blóð runnið í náminu ykkar, ég nema þá bara æðarnar. Þó taka hjúkrunarfræðingar blóð hvort úr öðru þegar þeir eru að æfa sig við, og líftækni nemar nota blóð á tilraunastofinu sem að hjúkrunarnemarnir hjálpaðum við að ná í. Og svo sjávarútvegsfræði nemarnir líka blóð í námskeiðinu sem að ég man aldrei hvað heitir og hugsa alltaf til sem flökun 1. Það heitir vist vinnslutækni það ekki og það er nefnt mikilvægi þess að blóðga fisk tímanlega og þannig að það fáist betra verð fyrir hann og svoleiðis. En svitin er það sem sprettur fram þegar maður reynir á sig og að reyna á sig er eina leiðin sem að ég þekki til þess að ná árangri. Og það hafið þið svo sannarlega gert til þess að vinna ykkur inn réttin til þess að taka við skírteinunum sem að eru hér á bakvið mig í bunkum. Þó að þið séu að útskrifast núna þá vona ég að þetta sé ekki kveðjustund. Við erum með mjög öflugt meistaranám við skólan. Doktorsnám, blikk. En nú ætla ég ekki að láta ykkur bíða lengur með tár og kvarmi, svita á enni og blóðið ólgandi í æðunum og hefja afhendingu skírteina. Af heilbrigðis, viðskipta og raunvísindarsviði brautskrást 214 kandidatar á grunnstigi og auk þess 8 kandidatar sem brautskrást með BS-próf í tölvunarfræði í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Fyrst fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræðideild og ég ætla að biðja Sigríði Síu Jónsdóttur deildarforseta að koma og vera mér til aðstoðar. Og fyrst er Anja Muratović. Aldís Gróa Sigurðardóttir. Alvilda Ösp Ólafsdóttir Möller. Anna Guðný Elíasdóttir. Arna Viðey Ólafsdóttir. Arney Bragadóttir. Auður Sif Arnþórsdóttir. Ásgerður Sigurðardóttir. Ásta María Kristjánsdóttir. Ásgerður, fyrirgefðu, ég er einum á undan. Ásta María Kristjánsdóttir. Biðið þið að doka aðeins við því að þú hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan námsárangur í samfélagshjúkrun. Bára Dögg Þórisdóttir. Birna Marín Friðriksdóttir. Birna María Sigurðardóttir. Birna, ok. Þá tökum við það í þeirri röð. Þá er það Birna Marín Friðriksdóttir. Birna María Friðriksdóttir var hérna áðan. Og þá er það Birta María Pétursdóttir. Bjarklind Símonardóttir. Bríanna Berglind John.
Bríana. Ég veit það, hún metur ekki, ég les nöfnin en ok. Bryndís Rán Magnúsdóttir. Edda Annika Einarsdóttir. Eiríkur Oddsson. Ellen Alexandra Gunnlaugsdóttir. Erna Karen Egilsdóttir. Erna Ólöf Ólafsdóttir. Eva María Jörundardóttir. Eygló Kristín Egilsdóttir. Eygló Héðinsdóttir. Eygló Brá Skram. Freyja Margrét Vilhjálmsdóttir. Guðbjörg Heiða Stefánsdóttir. Guðrún Hrund Jónsdóttir. Hafdís Jóna Sigurjónsdóttir. Harpa Rún Eysteinsdóttir. Hekla María Kjartansdóttir. Helen María Kjartansdóttir. Já. En Hekla mætir ekki. Já. Helga Benediktsdóttir. Hrefna Þórarinsdóttir, Inga Hrönn Hessler, Ingibjörg Gunnarsdóttir. Íris Einarsdóttir. Jónína Bjarney Ágústsdóttir. Þetta er erfiðisvinna. Karen Munda Jónsdóttir. Karen Rut Ólafsdóttir. Kolbrún Ósk Hrafnsdóttir. Kristrún Pétursdóttir. Lilja Rós Guðjónsdóttir. Linda Mjöll Gunnarsdóttir. Linda Líf Harðardóttir. Lovísa Anna Jóhannsdóttir. Lídía Sigurðardóttir. Lídía Líf Aronsdóttir. Margrét Ír Baldursdóttir. Býtu nú við þegar ég komin á undan og eftir. Já. Mér fannst þetta ganga svolítið hratt. Margrét Ír Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Margrét Hjartardóttir. Margrét Unnur Jónsdóttir Núpan. Margrét María Dögg Breiðfjörð Róbertsdóttir. Marta María Imsland Margrétardóttir. Nanna Jónasdóttir. Natalie Tess Aðalsnesdóttir. Ósk Hjartardóttir. Perla Sóley Arinbjörnsdóttir. Ragnhildur Tryggvadóttir. Rakel Ósk Jóhannsdóttir. Sandra Björk Björgvinsdóttir. Sigríður Tara Jóhannsdóttir. Sigrún Sunna Helgadóttir. Sigrún Birna Hjálmarsdóttir. Sigurbjörg María Kristjánsdóttir. Sigur Rós Halldórsdóttir. Og Sigur Rós hlýtur líka viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan námsárangur í samfélagshjúkrun.
Tvær efstar og jafnar. Sunneva María Pétursdóttir. Súsanna Sif Jónsdóttir. Sveindís Ósk Ólafsdóttir. En Sveindís hlýtur viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í hjúkrunarfræði. Sveindís Ír Sigríðar Sveinsdóttir. Silvía Mist Bjarnadóttir. Tanja Margrét Fortes. Tinna Sofía Falkvard Tröstadóttir. Unnur Ösp Hannesdóttir. Vala Rún Sigurpálsdóttir. Valdís Hrund Einarsdóttir. Þorbjörg Una Hafsteinsdóttir. Þórdís Gunnarsdóttir og Þórdís Þórisdóttir. Þá lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Takk fyrir. Nú fer fram brautskráning frá iðjuþjálfunarfræðideild. Ég vil biðja Sólrúnu Óladóttur, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Og þá fyrst Alberta Runný Aðalsnesdóttir. Hún heitir ekki Ásdís Lilja Arnarsdóttir. Berglind Björk Guðmundsdóttir, hún ekki hér í dag, en hún hlýtur viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri Kristnesspítala fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í iðjuþjálfunarfræði. Birna María Guðlaugsdóttir, Díana Rós Brynjudóttir, Elísabet Pétursdóttir, Erla Guðrún Hrafnsdóttir, Guðný Sigurgeirsdóttir, Guðný Ósk Árdal Sveinbjörnsdóttir, Guðrún Björg Elínadóttir, Ína Ösp Úlfarsdóttir Aspar, Írena Dís Tórshamar, Karlotta K. Bridde, Karolína Pálsdóttir, Kolbrún Ása Björgvinsdóttir, Lilja Dögg Hjaltadóttir, Lilja Margrét Óskarsdóttir, María Skúladóttir, Maríanna Eva Abelsdóttir, Marta Karen Vilbergsdóttir, Nanna Daðey Haraldsdóttir, Náttúrún Barbara Koper, Pálína Kristín Garðarsdóttir, Petra Voge, Sigríður Lára Árnadóttir, Sigrún Jóhannsdóttir, Sigrún Erna Þorgeirsdóttir, Silvía Kristjánsdóttir, Særún Birta Valsdóttir, Viktoría Anna Darnovska, Þórunn Torfadóttir, Þyrí Guðbergsdóttir. Og þá lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræði deild.
Nú fer fram brautskráning frá auðlindadeild. Ég vil biðja Margréti Auði Sigurbjörnsdóttur, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Er ekki... Þá erum að láta flæðilínuna virka hérna. Fyrst eru tveir sem ekki mæta, Aldís Ósk Agnarsdóttir og fyrst verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í líftækni. Aldís Ósk Agnarsdóttir, Birkir Páll Elíasson, Birta Lind Ragnarsdóttir. Eydís Birta Þrastardóttir, Harpa Kristín Sigmarsdóttir. Harpa hlýtur viðurkenningu frá auðlindadeild fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu við deildinni. Hermann Ómarsson, Milena Oyola Aguilar. Ólöf Rún Haugard Jónsdóttir. Ragnhildur Helga Kjartansdóttir, Sara Atladóttir, Stella Ingibjörg Sverrisdóttir, Silvía Rós Einarsdóttir, Vilji Ragnarsson, Þórdís Sif Guðgeirsdóttir Guðjónsson. Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í sjávarútvegsfræði. Andri Jarrón. Dagur Benediktsson. Elísa Maren Ragnarsdóttir. Gissur Karl Vilhjálmsson. Hallbjörg Erla Fjellsteinn. Jón Ragnar Björgvinsson, Sigurður Bjarni Thoroddsen. Sóley Katrín Heiðarsdóttir. Svanhildur Björt Siggeirsdóttir. Svava Rún Þórhallsdóttir, Ylva Hrönn Ásbjörnsdóttir, Þorgeir Örn Sigurbjörnsson, Þóra Guðný Arnarsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í sjávarútvegsfræði. Já, þeim megi klappa. Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í sjávarútvegsfræði og viðskiptafræði sem tvöföld gráða. En þá fyrst Amalía Rún Smáradóttir, Andrea Ír Reynisdóttir, Kristján Páll Steinsson, Smári Jónsson, Sævör Dagný Erlendsdóttir, Æsa Katrín Sigmundsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá auðlindadeild. Nú fer fram brautskráning úr viðskiptadeild og ég vil biðja Sigurð Ragnarsson, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar.
Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í viðskiptafræði. Adam Örn Guðmundsson mætir ekki, Alexander Eva Sverrisdóttir. Alma Jenny Arnarsdóttir. Anna Þyri Halldórsdóttir. Og ég ætla að biðja því að doka aðeins við því að Anna hlýtur viðurkenningu frá viðskiptadeild fyrir besta námsárangur og þess má geta hún brautskráist með hæstu einkum kandidata brautskrást hafa frá deildinni til BS-gráðu frá upphafi. Arnaldur Karl Einarsson, Árni Jóhann Jóhannsson, Ásdís Karen Hauksdóttir, Ásta Björg Guðmundsdóttir, Ásta Hrönn Harðardóttir, Ásta Sóllilja Jónsdóttir, Birgir Bjarnason, Birgir Guðjónsson, Birgir Már Hallvarsson, Bjarmi Leo Hlinsson, Daniel Jónmundsson og loksins Daniel Kristvin Karlsson. Elisabeta Burgauskaja, Elisabeth Artúrsdóttir, Elva Héðinsdóttir, Erika Jensen, Erna Óðinsdóttir, Greta Jóhanna Ingólfsdóttir, Guðrún Ösp Erlingsdóttir, Guðrún Elsa Giljan Kristjánsdóttir, Heiða Hansdóttir, Helga Rós Helgadóttir, Hrafnhildur Guðlaugsdóttir, Hrafnhildur Stefánsdóttir, Ingibjörg Karlsdóttir, Ingibjörg Dís Níelsdóttir, Ingunn Eir Andrésdóttir, Jón Þorri Hermannsson, Kara Lá Eyjólfsdóttir, Karen Björnsdóttir, Karen Ír Finnbogadóttir, Karen Ragnarsdóttir, Karl Sigurðsson, Katrín Ragnaróna Tryggvason, Kristbjörn Leo Sævaldsson, Kristófer Ingi Kristinsson, Lea Kæla Farmer, Lilja Katrín Jóhannsdóttir, Lovísa Ósk Ragnarsdóttir, Margrét Ósk Magnúsdóttir, Mikael Máni Steinarsson, Óliver Helgi Gíslason. Ólína Björk Hjartardóttir, Ólöf María Arnarsdóttir, Páll Andrés Alfreðsson, Pétur Smári Sigurðsson, Ragnheiður Rós Kristjánsdóttir, Rakel Sara Sverrisdóttir, Rebekka Hrund Gylfadóttir, Sara Dís Sæbjörnsdóttir, Selma Helgadóttir, Selma Sól Magnúsdóttir, Sesselja Ósk Gunnarsdóttir, Sesselja Sif Óðinsdóttir,
Sif Þóroddsdóttir, Sigurður Stefán Ásmundsson, Sigurður Vigfús Guðmundsson, Snædís Ósk Gunnarsdóttir, Steinun Erla Thoroddsen, Svandís Dóra Jónsdóttir, Telma Rún Rósenkjær Jóhannsdóttir, Una Björg Guðmundsdóttir, Vilhelm Þór Harðarsson, Þorsteinn Ágúst Jónsson og Þorsteinn Már Þorvaldsson. Þórey Edda Þorleifsdóttir fyrir. Og þá lokið brautskráningu frá viðskiptadeild og sviðinu öllu. En það rúsínan í pilsvendarum. Nú fer fram brautskráning úr tölvunafræði til BS-gráðu í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Ég vil biðja Ragnhildi Helgadóttur, rektor HR, og Ólaf Jónsson að koma og vera mér til aðstoðar. Aron Ingi Jónsson, Árný Ingvarsdóttir Olsen, Harpa Jóhannsdóttir, Jakub Ingvar Pítak, Sindri Þór Guðmundsson, Sóldís Diljá Kristjánsdóttir, Sturla Emil Sturluson, Unnur Ingvadóttir Olsen. Ég ætla að biðja þig að doka aðeins við því að þú hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun til BS-gráðu í tölvunafræði. Og þá lokið brautskráningu úr tölvunafræði og brautskráningu lokið að þessu sinni. Takk fyrir. Já, ég ger mér grein fyrir því að það mikið afrek að klára námið, en ég held að við ætlum að klappa sérstaklega fyrir honum Brynjari því að það var mikið afrek að þræla sér gegnum öll þessi nöfn. Þannig að klöppum fyrir honum. En nú komið að ávarpi kandidats og það hann Gissur Karl Vilhjálmsson, kandidat í sjávarútvegsfræði sem mun flytja ræðu fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel, Gissur. Góðan daginn, rektor, Bogi Ágústsson og kæru samnemendur, starfsfólk og allir sem eru hér með okkur í dag, bæði á staðnum og í streymi. Mér langar að byrja á því að óska ykkur öllum innilega til hamingju með daginn í dag. Þetta stór dagur. Við erum hér að fagna því hafa lokið merkilegu ferðalagi hvert og eitt á sinn hátt, en öll með sama markmiði. Ég heiti Gissur Karl Vilhjálmsson og mér langar að fá að segja nokkru orð mig og mína skólagöngu hérna á Háskólanum á Akureyri. Námsferli minn hefur ekki verið hefðbundinn eins og mörgum. Ég var námi í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ árið 2015 en hætti árið 2018. Ég fann á þeim tíma að nám hentaði mér ekki og fór ég að einbeita mér af viðskiptahugmyndum og áhugamálum sem lágu mér nærri. Á þeim tíma starfaði ég sem leiðsögumaður, prófaði mig áfram í ýmsum störfum, stofnaði mitt eigið veiðifélag og fyrirtæki. Þessi reynsla gaf mér góða innsýn í atvinnulífið og vakti aftur á mig löngun til náms.
Árið 2022 útskrifaðist ég úr frumgrunndeild Háskólans Reykjavík, en rétt fyrir útskrift sat ég fyrirlestur þar sem sjávarútvegsfræðin við Háskólann á Akureyri var kynnt. Strax fann ég að þetta nám átti við mig. Ég fór rakleitt heim, kynnti mér námið og sótt um. Ég var meira svo heppinn að fá æskuvinn minn, Andra Djaron, með mér í þetta ævintýri, sem hefur verið án efa einn besta ákvörðun sem við höfum tekið. Námið heillaði mig upp á skónum og var það ekki verra að boðið var upp á fjarnám sem hentaði mig vel þar sem ég ætlaði mér ekki að flytja norður. En þegar ég mætti mína fyrstu staðalótu, breytist eitthvað. Ég fann hvað andrúmsloftið í skólanum var sérstakt, hvað fólki var opið, samheldið og áhugasamt. Ég fann hvað kennararnir voru aðgengilegir og umhverfis styðjandi. Allt í einu var það ekki svo galin hugmynd að flytja norður. Og það gerðum við, og við sjáum svo sannarlega ekki eftir því í dag. Þótt fjarnámið sé frábært, þá er háskólasamfélagið Akureyri einstakt og ég ekki hlutlaus þegar ég segi þetta, þar sem ég prófaði báðar leiðir. En það er ekki sjálfgefið að upplifa þetta nána og hlýlega andrúmsloft í háskóla og það er eitthvað sem fylgir mér áfram í gegnum lífið. Ég held að það sé einstakt við Háskólann á Akureyri hversu persónulegur hann er. Það er erfitt að koma því orð en þeir sem eru og hafa verið hávæðingar vita hvað ég er að tala. Stúdendar við HA er ekki einhver kennitala á blaði, heldur eru við einstaklingar sem fáum að njóta okkar og fáum stuðning kennara, starfsfólks við að ná markmiðum okkar. Háskólinn á Akureyri er eitt stórt samfélag og ég veit að kennari mínir eru jafn stoltir á því að markmiðinu er náð rétt eins og ég. Þótt námið sjálft hafi verið stór hluti af upplifun minni, þá get ég ekki sleppt í að nefna eitt sem stendur sérstaklega upp úr og það er félagslífið hérna á Akureyri. Ef ég ætti að velja eitt viðburð sem stendur upp úr, þá er það sprellmótin. Það keppast nemendafélögin hvað félag er með bestu stemminguna og það er ekkert gefið eftir. Ég verð að segja eins og það er ótrúleg upplifun að vera hluti af þessu og auðvitað er það Stabboy sem tók sigurinn í ár. Slíka stundir utan kennslustundina skipta líka máli. Það móta minningar, skapa tengsl og styrkja þetta samfélag sem við erum öll hluti af. En sjávarútvegsfræðin hefur ekki bara kennt mér kvótakerfið, fiskeldið og vistkerfið. Hún hefur kennt mér að horfa á heiminn með gagnrýnum augum, taka ábyrgð og hugsa í lausnum. Ég fór inn í þetta námi ákveðna hugmyndir og ég fer héðan með aukna þekkingu og reynslu en fyrst og fremst er ríkara vinum sem fylgja mér út lífið. En það skiptir ekki máli hvort við breyðskapast hér í dag úr sjávarútvegsfræði, hjúkrunarfræði, iðjunarþjálfunarfræði, líftækni, viðskiptafræði eða tölvunarfræði. Við höfum öll lagt hart að okkur. Við höfum öll lært að halda dampi, takast á við krefjandi verkefni, mæti staðalótur í öllu veðrum og þrauka gegnum krefjandi prófatíðir. Við höfum öll þurft að finna okkur eigin takt og það hefur við svo sannarlega gert. Við eigum það sameiginlegt að hafa staðið okkur og við getum öll verið stolt af því. Nú þegar við erum brautskráð höfum við ekki bara lokið einu námi, við höfum aflað okkur verkfæri til að hafa áhrif. Það liggja áskoranir framundan í öllum okkar greinum og fáum við hluti á lausnunum. Við höfum öll eitthvað fram að færa og við höfum að þora að taka áskoranir þegar við mætum þeim. Mér langar að þakka kennurum okkar, fjölskyldum og vinum fyrir stuðninginn og ykkur samlöndum mínum fyrir samtalið, samveruna og stundu stressið sem við skiptust á. En það hefur skipt máli. Nú horfum við fram á við hvert okkar fyrir sína leið en við tökum með okkur þekkingu, reynslu og tengsl sem geta orðið okkur ómetanleg. Ég vona við höldum áfram að vaksa, læra og miðla því sem við kunnum hvert sem við förum. Við höfum lært að láta okkur reyna en nú er komið að því að látum okkur kveða. Til hamingju kæru samnemendur, við gerðum þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gissur. Næstur á sviðið er heiðursgestur hátíðarinnar og Háskólinn ákvað að fara í efstu hillu í ár og sækja sér heiðursgest. Það ætti nú ekki að þurfa að kynna þennan mann en hann hefur verið auðfúsur gestur á heimilum landsmanna í hálfa öld. Það er stundum sagt að maður eigi aldrei að hitta hetjurnar sínar því að þær eru yfirleitt fávitar. Það á ekki við hann Boga því að þegar ég ungur fréttamaður úr sveitinni gekk inn í Efstaleiti í Reykjavík, skítstressaður og leiðin á vakt, hitti ég hetjuna mína og það var bara ljómandi gott. Tók mér vel og er búinn að kenna mig mikið og leiðbeina mig mikið og eins og hann gerði við alla nýja fréttamenn á RÚV. Þannig að ég vil biðja ykkur að taka vel á móti Boga Ágústssyni.
Takk félagi Óðinn, rektor, kennarar, útsiktarnemendur, aðstandendur og aðri viðstaddir. Við langar að byrja á því að stíga hérna aðeins til hliðar og fá ykkur til þess að klappa fyrir ykkur sjálfum og þeim árangri sem þið náðu í dag. Og svo ætla ég að segja kærar þakkir fyrir þann heiður sem að mér sýndur með að fá að ávarpa ykkur á þessum merkistigi í lífi ykkar sem svo sannarlega merkistagur. Við ákveðið sameiginlegt. Já. Þið eru flest að hefja ævistarfið. Ég við starfslok. Það ævistarf hefur verið að segja frá og stundum reyna að setja í eitthvað samhengi, fréttnæma atburði bæði á Íslandi og í umheiminum og það einmitt ástand heimsins sem ég ætla aðeins að ræða við ykkur í dag. Það fyrir mér og mörgum öðrum verulegt áhyggjuefni hvernig hatursumræða, tortryggni, hræðsla við framandi hluti og fólk hefur aukist á undanförnum árum. Flokkar og stjórnmálamenn sem byggja málflutning sinn á því að ala á sundrungu en ekki samstöðu, á ótta en ekki von, virðast njóta æ meiri stuðnings. Ættjarðarást breytist í ættjarðarhroka, rembing, það sem að kynnt undir ótta og andúð á öðru fólki. Það sem framandi gert tortryggilegt og trúarbrögðum misbeitt, umburðarlyndi og skilningur og trú annarra gert tortryggilegt. Maður fær stundum á tilfinninguna að lýðskrumarar vaði uppi, rökhyggja og staðreyndir hafi látið undan í umræðu fyrir afbökuðum og röngum málflutningi og skírskotun til tilfinninga og þá oft höfðað til lægstu hvata, öfundar, hræðslu og græðgi. Og það vist með hatursfullum hætti, stundum ísmegilegum hætti, að pólitískum andstæðingum, þeim skipað að hypja sig heim, þeir ekkert hér að gera, þeirra réttu til að byggja upp samfélagi sem minni heldur en þeirra sem eru annarar skoðunar og eða með annan litarhátt eða trúarbrögð. Fyrir mér þetta rasismi, óþol og ofsóknir gegn hinsegin fólki vaða uppi, nokkuð sem maður hélt að væri liðin tíð. Og lygi margtuggin með þeim hætti sem heimurinn kynntist með svo ömurlegum afleiðingum á fyrrihluta 20. aldar. Og í Evrópu stöndum við frammi fyrir algjörlega nýrri og fordæmalausri stöðu þar sem að við töldum ekki lengur að það veri mögulegt að yrði stríð í Evrópu, að þá hafa Rússar gert allsherjar innrás í Úkraínu. Þrátt fyrir margítrekaðar yfirlýsingar fyrr að þeir ætluðu ekki að gera neitt af því tagi og rússneski herinn gengur fram með ótrúlegri grimmd og eins og alltaf þegar styrjaldir eru. Þá bitnar þetta á þeim sem að síst skildi saklausum borgurum og ekki síst börnum. Raunir Palestínumanna á Gazasvæðinu og Vesturbakka Jórdanár eru ólýsanlegar. Ísraelsmenn beita þvílíkri hörku að starfsfólk hjálparstofnana líkir Gaza við helvíti á jörðu. Börn að deyja úr hungri og hvað ótrúlega hefur gerst að þjóð sem hefur sótt dæmalausum ofsóknum í 2000 ár nú að beita aðra þjóð skefjalausu ofbeldi og við getum lítið sem ekkert gert. Eitt af því sem hefur gjörbreyst frá því að ég byrjaði í fréttamennsku netið og það bæði til góðs og ills. Netið hefur gefið þyngjandi fólki og vitleysingum vettvang til þess að romsa upp úr sér alls kyns þvælu og þar sér maður samsæriskenningar, brenglegar kenningar sem komast á framfæri á samfélagsmiðlum
sérstaklega samfæriskenningar, og ég get sagt ykkur af mjög langur reynslu að þegar aðrir sjá samsæri, þá sé ég í 99% tilfella klúður, klaufagang og slysni, ekki samsæri. Netið sem átt að verða til þess að upplýsa fólk, það sundraðum gjarnan í fylkingar sem ekki ræðast við, umræðan verður í hópum þar sem að gagnrýni kemst ekki að, öfgaskoðanir og kenningar verða ofan á og þeir sem að hæst tala, þeir kveða aðra í kútin. Upplýsingaóreiða, falsfréttir, tröllriða samfélaginu, og því bið ég ykkur að vera gagnrýnin á það sem að þið sjáuð og lesið. Það reginmunur, það eðlismunur á því sem að birt nafnlaust á TikTok, YouTube og öðrum samfélagsmiðlum og því sem að ritstýrðir miðlar láta frá sér fara, miðlar sem taka ábyrgð á sínu efni. Og sem fjölmiðlamaður þá verð ég að segja ykkur akademíkurinn að beita akademískum aðferðum og gagnrýni þegar þið eruð að meta áreiðanleika þeirra upplýsinga sem að þið sjáið og heyrið og lesið, kannið hvort að sömu upplýsingar að finna hjá fjölmiðlum sem að þið vitið að þið getið treyst. Og enn eitt af því sem að svona veldur manni áhyggjum að frjálslynt lýðræði á undir högg að sækja. Jafnvel í því ríki sem að elsta lýðræðisríki, nútíma lýðræðisríki heims, sótt að því, ófyrirleitin forseti virðist hafa lýst yfir stríði gegn menningunni, sögunni, sjálfstæði dómstóla, vísindum og þekkingunni sjálfri með ofsóknum á hendur virtustu háskólum heimsins. Nú þarf að bregðast við og spyrna við fótum. Ég vitna í orð sem eru eignuð bresk-írska stjórnmálamanninum og sagnfræðingnum Edward Burke, sem að sagði á sínum tíma: "All that is necessary for evil to triumph is that good men do nothing." Allt sem þarf til þess að hið illa sigri að gott fólk gerir ekki neitt. Og það skylda okkar alla sem teljum okkur gott fólk að berjast gegn óréttlæti, falsmálsflutningi og orðræðu sundrungar og hatturs. Ég ætla að hætta þessari heims ósóma upptalningu núna. Það ávallar við á degi þar sem að við erum fyrst og fremst að fagna áföngum, gleðidegi. Þannig að við skulum huga því sem að hefur fært til betri vegar á þeim 50 árum sem að liðin eru frá því að ég yfirgaf háskóla og fór að vinna. Þær hafa langt frá því allar verið til hins verra. Þvert á móti heimurinn að mörgu leyti miklu betri heldur en hann var fyrir 50 árum. Við skulum minnast þess að 100 milljóna manna hefur verið lyft úr örbirgð. Í flestum löndum heimsins eru lífskjör mun betri heldur en þeir voru og 100 milljóna manna geta notið menntunar sem ekki fengu notið menntunar eins og því. Háskólum hefur fjölgað. Þessi háskóli var ekki til fyrir 50 árum. Og aðrir háskólar á Íslandi, það var bara það sem við sem að stundum þar nám á sínum tíma köllum við stundum Melarsjoppuna, það sé Háskóla Íslands. Landlægum sjúkdómum hefur útrýmt. Það leitið sem að ég var að byrja að vinna þá dóu árlega 2 milljónir manna úr bólusótt. Bólusótt hefur verið útrýmt. Hún ekki til. Tilfellum lömunaveiki eða mænusóttar hefur fækkað 99%. Jafnrétti hefur aukist víðast hvar og réttindi minnihlutahópa hafa aukist sömuleiðis. Og samkvæmt því sem að hinn bjartsýni Hans Rosling segir í bók sinni Factfulness sem kom út fyrir tæpum áratug,
Þá bjó, hvað er þetta eiginlega? Þá bjó helmingur mannkins við sára fátækt 1966 en 9% 2017 sem var raunin árið sem að Hans Rosling dó langt fyrir aldur fram. Meðalævilengd 72 ár og þetta ekki síst vegna þess að færri ungbörn deyja, matvælaframleiðsla hefur aukist mikið og uppskera aukist stöðugt á undanförnum árum. Og það breytingar sem að þið eigið eftir að upplifa flest á næstu 50 árum verða líka óskaplega miklar. Þær eru ófyrirséðar. Við vonum bara einfaldlega að þær verði flesta til breytinga. Eitt af því sem þið þurfið að takast á við er það sem að mín kynslóð gerði ekki. Það er að takast á við loftslagsbreytingar. Heimurinn hefur breyst til batnaðar en hann er langt í frá fullkominn. Við lifum því miður ekki í hinum besta mögulega heimi allra heima eins og professor Altunga hélt fram í birtingi Candide, háðsádeilu Voltaires, en það verður hlutverk ykkar að sjá til þess að hann verði betri heldur en hann er núna. Á stundum virðast okkur lýðskrumsöflin vera í óstöðvandi sigurgöngu og vissulega ráðu of miklu en við skulum muna það að fjölmennasta múslímaríki heims, Indónesía, gekk til kosninga í fyrra, í lýðræðislegra kosninga og sama ári þá gekk milljarður manna á Indlandi til kosninga. Þannig að meiri hluti mannkyns býr við lýðræði þó að það sé ekki allt saman það lýðræði sem að við myndum kjósa en lýðræði er það og þar með möguleiki að breyta stjórn ef að svo ber undir. Ég ætla undir lokin að víkja aðeins að trúarlegum málefnum, já. Það vill svo til að ég er formaður í stjórn lítillar stofnunar þjóðkirkjunnar sem kenndi við doktor Sigurbjörn Einarsson, fyrrverandi biskup. Hlutverk stofnunar doktor Sigurbjörns er að vinna að skilningi og sáttargjörð. Ég ætla ekki að predika, en ég vil minna á allt hið góða sem finnst í heiminum. Og vitna í Biblíuna, í Jobbsbók. Stattu kyrr og gefðu gaum að dásemdum Guðs. Þetta þýðir einfaldlega, við skulum stundum líta aðeins upp úr hinu daglega amstri, líta í kringum okkur og vera ánægð með það sem við höfum, en ekki bara óánægð með það sem við höfum ekki. Stofnun doktor Sigurbjörns vinnur mikið með Skálholtsstað, sem var fræðasetur allt til þess að biskupssetrið var flutt til Reykjavíkur undir lok 18. aldar og síðasti biskupinn þar var Hannes Finnsson sem var einhver merkasti og lærðasti maður sinna tíðar á Íslandi. Og hann skrifaði líka einhvern merkilegasta sagnfræðirit liðinna alda og það ber hið upplífgandi nafn Mannfækkun af hallærum. Hannes þó að rit hans hljómi ekki mjög uppörvandi var hann mjög bjartsýnn á framtíð landsins. Hann skrifaði: Ísland fær tíðum hallæri en ekkert land í norðurálfunni er svo fljótt að fjölga á ný manneskjum og bústofni og því er það eigi óbyggjandi. Við vitum það, Ísland er ekki óbyggjandi. En það var kannski ekki augljóst því að Hannes biskup Finnsson skrifaði þetta í miðjum móðuharðindunum. Eldgos, jarðskjálftar, harðindi höfðu leikið landið og Íslendinga grátt, meginþorri bústofns landsmanna féll og sömuleiðis nær 50 hluti þjóðarinnar, 20% þjóðarinnar dó. Það þarf kjark og þekkingu til þess að átta sig á því að framtíðin getur verið björt þegar að nútíminn umhverfið er nákvæmlega eins og þetta. En bjartsýni Hannesar á framtíð landsins misti mestu ógnum sem hafa riðið yfir Ísland. Hún var reynst á rannsóknum hans og þekkingu og Hannes yrði sannarlega glaður ef hann gæti horft á Ísland núna, horft á þennan stóra hóp sem er að útskrifast héðan úr háskólanum á Akureyri
á þessum sólríka og fagra sumardegi og ég ætla að sleppa ykkur út í réttbráðum. Og hann gæti séð staðfestingu þess að bjartsýni hans var á rökum reist. Og við skulum láta þá bjartsýni verða okkur nútíma fólki til fyrirmyndar. Við skulum muna það og þakka fyrir allt hið góða sem að við erum svo heppin að lifa. Við erum svo heppin að lifa á þeim tíma og í því samfélagi sem býr við lýðræði, það býr við réttaröryggi, það býr við jafnrétti. Hér er ekki fólk sem er hungrað, hér er fólk ekki að deyja úr hungri og hér er friður. Við skulum þakka fyrir það er ekkert endilega algjörlega sjálfsagt að það er. Og ég ætla að ljúka orðum mínum með því að vitna til þessara tveggja merku, eða í anda þessara tveggja merku biskupa sem ég nefndi, Sigurbjörns Einarssonar og Hannesar Finnssonar, og minni ykkur aftur á það sem að stendur í Jóbsbók: Stattu kyrr og gef gaum að dásemdum Guðs. Gangi ykkur allt í haginn og gerið heiminn betri. Takk. Næst mun góðvinir Háskólans á Akureyri mun nú veita viðurkenningu, en það er Berglind Ósk Guðmundsdóttir, formaður góðvina, sem ætlar að afhenda þessar viðurkenningar. Góðan daginn. Ég er bara pínlítið starstruck, ég var að viðurkenna það. Takk fyrir því, Bogi. Og mér langar að þakka Háskólanum á Akureyri fyrir að koma alltaf með sumarið. Það er kannski pæling hvort við flýtum athöfninu mánuð, fáum bara sumarið aðeins fyrr. Það væri fínt. En ég kem sem sagt hér fyrir hönd góðvina, sem eru samtök brautskrára stúdenta frá Háskólanum á Akureyri og annara velunara skólans. Í 20. og fyrsta skipti, ég hef ekki veitt þessu viðurkenningu alltaf, heiðra þau nú kandidata sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu háskólans. Til dæmis með kynningu hans, eflingu félagslífs eða þáttöku í hagsmunanefndum. Slík þáttaka er mikilvægur hluti af háskólagöngunni eins og rektor fór yfir í ræðunni sinni og er dýrmætt fyrir háskólan og samfélagið. Sem fyrrum stúdent þá er mér heiður að veita þessi verðlaun fyrir hönd góðvina, sem vilja tengja saman fyrrum stúdenta og halda utan sameiginlegar minningar, sem vonandi við eigum sem flestar góðar af. Á stefnuskrá góðvina er meðal annars að efla endurfundi og tengslanett stúdenta og ég hvet ykkur öll til þess að gerast góðvinir. En hér frammi að lokinni athöfninni þá eru fulltrúar góðvinar að selja góðvina nælunar og einnig er hægt að skrá sig þar beint í góðvinni. En ég hvet ykkur öll til þess að gera það því að því fleiri sem gera það því betra partíi verður. Heiðursverðlaunin eru nælur smíðaðar af gullsmiðnum Kristínu Petru Guðmundsdóttur. Nælan er eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson og vísar til árvekni góðs háskólafólks. Við vonum að handhafi beri hana með stolti, til dæmis við hátíðleg tilefni og endurfundi. Einnig fær handhafi heiðursverðlaunanna viðurkenningarskjal og ég ætla að biðja rektor að vera með til halds og traust við afhendingu viðurkenningarinnar. Góðvinni veita nú 2 kandidötum á heilbrigðisvísinda og raunvísindasviði viðurkenninguna. Í ár eru það Lilja Margrét Óskarsdóttir, kandidat í yfirþjóðunarfræði, og Ragnheiður Rós Kristjánsdóttir, kandidat í viðskiptafræði, sem bætast í hóp þeirra öfluga stúdenta í að klappið fyrir geið.
Ég vil fá að biðja þær báðar að koma hérna upp á sviðið til okkar. Í umsögn Lilju Margréti segir: Lilja Margrét Óskarsdóttir hefur verið ómetanlegur hlekkur í stúdendalífi HA allt frá því að hún steig hér fyrst fæti. Hún tók strax við sem formaður kynningarnefndar og hefur síðan gegnt fjölmörgum ábyrgðarstörfum, meðal annars í gæðaráði, jafnréttisráði og háskólaráði. Lilja hefur sterka réttlætiskennd og vinnur á ósérhlífni og heilindum í þágu stúdenta. Hún sannarlega til fyrirmyndar og vel að heiðrinum komin. Í umsögn Ragnheiði Rós segir: Ragnheiður Rós Kristjánsdóttir, eða Rósi eins og hún oftast kölluð, lét ekki mikið fyrir sig fara fyrst sinn en hefur sýnt og sannað að í Háskólanum á Akureyri svo sannarlega tækifæri til að fara út fyrir þægindaramann og blómstra. Rósi hóf störf í stúdentarhreyfingunni sem nýnemi og gegndi stöðu fjármálastjóra SHA í 2 ár. Hún hefur sýnt mikla ábyrgð, frumkvæði og áreiðanleika í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Auk starfa innan SHA satt hún bæði í stjórn Fjasta og sem fulltrú SHA í fulltrúaráði LÍS. Rósi traust og ötul og sannarlega skilið að vera heiðruð fyrir framlagið sitt. Til hamingju, takk fyrir það. Þá þessu nú að ljúka hérna hjá okkur. Þetta tókst bara stórslýsa laust. Það datt enginn og allir glaðir. Ég allavega glaður. Væntanlega einhverjir orðnir spenntir að fara að fagna þessu almennilega og það heyrðist í 2 drengjum hérna áðan þegar ég var að labba inn í salinn. Hvernig virkar þetta? Förum við svo bara hellum í okkur leið þetta búið. Ég ætla ekki að fara að skipta mér af því og bara hvetja ykkur jafnvel til þess, en það smá samsæti hérna í miðborg þar sem að verður boðið upp á léttar veitingar. Og svo eru þessir myndakassar sem ég benti á þann og þeir eru hvött til að nota myllumerkið háskólahátíð við þessar glæsilegu myndir. En nú göngum við úr salnum og þetta gert eftir kúnstarinnar reglum í útskrift í gær líkt í þessu við jarðaför. Ég ætla ekki að gera það núna. Ég ætla að líka þessu við brúðkaup. Þetta labbað hérna. Það meiri stemming í brúðkaupum. En fyrst fara rektor, heiðursgestur, sviðsforsetar, deildarforsetar, kandidatar og loks gestir og það labbað hérna út. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidatum og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn. Takk fyrir mig.